Patti, 4 marka sigur gegn FH, hlýtur að vera sáttur með það? Já, ég er sáttur með sigur á móti FH. FH er flott lið og ekkert sjálfgefið að koma hingað og ná í 2 stig. Þetta var við undirbyggum okkur vel og vissum að við þurftum að spila vel og náðum því svona mest megnis en auðvitað voru kaflar í þessu, við vorum komnir mjög langt fram úr og svona maður að vera kritiskur á okkur sjálfa, þá hefðum við getað haft þetta öruggara en það var svona ekki klókindi í okkur og síðan ódýraði við 2 mínútur sem við fengum einhver peysutóð sem við finnst ekki vera neitt og það er svona nokkru hluti sem komið saman. Svona nærðu að leggja fingur á það, FH-angur náttúrulega færði þessu aðeins framar í vörninni í lokin. Hvað var það sem að náðu ekki að leysa úr þar? Jú, ég meina þú ert náttúrulega kannski komin í Kaplakrika og ert 10 mörkum yfir, það er kannski eitthvað sem maður reiknar svo sem ekkert með og kannski að menn fari eitthvað að taka styttri sóknir, hreyfa sig aðeins minna eða reyna að halda einhverju, það er oft hættulegt en ég meina þetta er vandamál sem ég er alveg til í að tækla aftur og þá vonandi leysum við það betur en jú, það er erfitt að segja svona hvað gerist, ég meina FH er líka bara gott lið og þeir bara refsuðu okkur þá, náðu einhverju hraðaplöpum og ég meina, þú veist, það er svo margt sem spila inn í. Sáttu með það ról sem þú ert með lið á? Já, ég myndi segja það, ég er með stóran og breiðan hóp og þrátt fyrir það að Haukar hafi mist 6 leikmenn og fengið 1, þá er ég samt sem áður með oft í erfiðleikum með að velja liðið og ég er bara, jú, þannig séð, þetta er þetta ekki búið og við hefum leik eftir í deildina móti Fram og við verðum að muna það að þegar síðast við unnum FH á heimavelli þá töpuðum við síðan móti Fram í arfarsleik og við verðum að gleðjast í dag en síðan bara strax að byrja að undirbúa framleikinn og koma í hann af 100% krafti út af því að eins og við spilum síðast á móti það var ekki gott og ég er ekki búinn að gleyma því. Eins og alþjóð veit þá er þetta ekki bara alþjóðlegur Hauka og þetta er með austurríska landsliði. Hvernig fer þetta saman? Þetta fer rosa vel saman út af því að ég hef bara ótrúlega mikið tíma fyrir handbolta og það eru margir þjálfarar sem eru til dæmis á Íslandi sem eru mæti í vinnu einhvers staðar á 8. Ég vakna bara og fer að stúdera handbolta og auðvitað þegar pásur eru eins og kemur núna í janúar og út af Evrópumótinu þar sem við erum að keppa þá náttúrulega er ég ekki á svæðinu en sko ég er bara það heppinn líka, ég er með það gott þjálfarateym í kringum með Óskar Ármanns og Einar Jónsson er annan og þriðja, Gísla Guðmunds, markmannsþjálfara og Kristján Ómar hefur verið með styrkinn líka og síðan fæ ég stundum að grípa í Peter Bamruk og hann hefur dætt inn á æfingu núna í vikunni og hann á líka þátt í því að við séum aðeins borðið grimmari svo þetta henta mjög vel að þannig séð með Austurríki og eins fyrir Austurríkismennina að þeir vita það að ég er ekki einhverju skrifstofu vinna frá 8 til 5 eins og margir og ég er bara að stúdera handbolta og það er það sem mjög skemmtilegast. Þannig að þú ert umvafinn góðu fólki? Já, ég er eiginlega mjög heppinn. Haukar er ótrúlega flott félag og ég fann það nú bara leiðu steg þar inn að það er bara svo mikill fjöldi sem er í kringum þetta og mikið af sjálfboðaliðum og bara sérstakur andi að ná svolítið með þessu félagslegi maður var búinn að heyra svo sem áður frá þessu og maður svona pældi svo sem ekkert í það en leður maður fyrir að vinna þarna þá sér maður hvað þetta félag er sterkt og ekki bara inn á vellinum handbolta, það heldur bara þetta fólk sem er í kringum þetta er ótrúlega öflugt starf þarna. Takk fyrir þetta, Patrik. Takk.